Gott kvöld. Umræða eftirlaunamál landsmanna hefur tekið mikið kipp á undanförnum misserum þegar runnið hefur upp fyrir stórum hópi eftirlaunafólks að launin eru langt frá því að vera viðunandi. Jafnframt aukast lífslíkur jafnt og þétt og þróun eftirlauna hefur orðið með þeim hætti að þau duga engan veginn fyrir mannsæmandi lífi í 20 til 25 ár frá eftirlaunatöku aldri og nú benda menn á og þá kveður loksins við mjög harðan tón að það sé einfaldlega verið að stela okkur eftirlaununum okkar gegnum kerfi skerðinga á þeim eftirlaunum sem við áttum að safna í gegnum skattkerfið í gegnum Tryggingastofnun. Hér hjá mér eru þeir Guðmundur Gunnarsson, rafvirki og forvígismaður í verkalýðsbaráttu til margra ára og Wilhelm Wessman, fyrrum hótelstjóri, sem í góðri grein á dögunum gerði grein fyrir stöðu sinni beggja vegna borðs í kjarasamningum. Velkomnir báðir tveir. Takk fyrir. Það sem mig langar til þess að gera fyrst, þið eru nú margfróðir í þessum málum og margreindir, að mín spurning er af hverju erum við komin á þennan stað í þessum málum, þessum eftirlaunamálum. Það er eins og við séum í algjöru öngstræti einhverju og menn benda svolítið hvor á annan og fordómar, orðanotkun, alls konar einhvers konar hálfgert vonleysi í því að leysa þetta mál. Þetta byrjaði fínt fyrir áratugum, en svo erum við lentir hér. Já, lífeyrissjóðirnir eru stofnaðir 69 í kjarasamningum og svo því sé haldið til haga. Það maður skoðar samningasögunni kringum lífeyrissjóðina, þá það alltaf tekið af launakröfum og launamenn hafa alltaf fjármagnað allt kerfi, ekki bara þetta svokallaða framlag, sitt eigið framlag heldur líka framlag atvinnurekenda. Það hefur alltaf verið klippt af í kjarasamningum og sett í staðinn fyrir launahækkun. En það helsta vandamáli sem menn glíma við og hafa verið að glíma við núna alveg frá 67 þegar lögin síðustu lög eru sett og það þetta tvöfalda lífeyriskerfi sem í landinu, það að segja þetta opinbera kerfi, svokallaða, og svo almennu lífeyrissjóðirnir. Og deilurnar enda alltaf sem sagt á þeim punkti að opinberir starfsmenn segja nei, við ætlum ekki að skerða hjá okkur og svo aftur almenni vinnumarkaðurinn segja við viljum fá samskonar kerfi og opinberir starfsmenn eru með. Og deilurnar enda alltaf í þessum hasar. Á meðan hafa stjórnmálamenni leikið, í skjóli þess að hafa stjórnmálamenni leikið þann leik að færa alltaf skerðingamörkin eða láta þau standa kjurr, þannig að það fer alltaf meira og meira sem þessi jaðarskattar sem að segja skerðingarnar, þær eru alltaf að hækka og nú svo komið í dag og hefur verið undanfarin 3 ár að ellilífeyrisþegar eru að borga, þeir standa undir öllum rekstri allra hjúkrunarheimila í landinu faktist og öllum lífeyri líka eins og opinbera og þeir eru svolítið hagnast á gamla fólkinu, stjórnmálamenn, þeir eru komnir það langt og þeir vilja halda ganga enn lengra. En hvað? Er þetta illmennska? Af hverju eru við með svona kerfi þegar Norðurlöndin hin eru með allt annað? Af hverju eru við ein á þessum slóðum? Hvað er þetta? Já, það spurningin, en ég held nú að þetta sé mikið til komið vegna nákvæmlega þess sem Guðmundur segir og það hefur raunverulega ekki verið eða bara fólk hefur ekki haldið vöku sinni hvað var að ske. Ef ég aðeins fer tilbaka í lögin sem voru gerð hér 1946, þar sagt bara ósköp einfalt að almannatryggingakerfi sé fyrir alla óháð stöðu eða tekjum. Og í endan á þeirri grein þar stendur líka, þetta ekki fátækrastyrkur. Nú þetta raunverulega grunnurinn af sömu lögunum og öllum hinu Norðurlöndunum. Og það enginn þar sem dettur í hug að tengja saman lífeyrissjóði og greiðslu frá Tryggingastofnun. Þetta bara eitthvað sér íslenskt, einfaldlega, eins og ég segi, það bara til að ræna okkur lífeyrissjóðunum til að niðurgreiða það sem TR á að greiða. Nú,
eins og þú sagði réttilega hérna í innganginu, þá hef ég setið beggja vegna borðið því að þegar ég kom heim fyrstur námið, það er akkurat á þessum tíma sem Guðmundur nefnir og þá hérna var ég hérna félagsmaður í félagi framleiðslumanna vegna þess að ekkert félag var fyrir okkur sem vorum búin að sækja okkur framhaldsnámi í hótelfræðum á þeim árum, ágætis félag og lenti það strax í stjórn og það var akkurat á þessum árum, þannig að ég sit þegar þessi lífeyrissjóður félagsframleiðslumanna er stofnaður og hann átt að vera viðbót við greiðslur frá Tryggingastofnun vegna þess að þær voru það lágar að við gætum átt áhyggjulaust ævikvöld og leyft okkur meira. En ekki eins og þetta er í dag. Við höfum ekki efni á því að kaupa mat. Ef við höfum efni á því að kaupa mat, þá er það ódýrasta tegundar mat. Þetta þýðir það að við lifum óheilbrigðara lífi og þar með kostum við heilbrigðiskerfið meira. Nú, ég fluttum set og fluttum í hinum við borðið og hérna var í forsvari fyrir hótel- og veitingamenn í mörg ár, var formaður SVFG sem nú er forveri SAF í dag í 7 ár og sat meðal annars sem slíkur í samninganefnd Vinnuveitendasambandsins sem heitir í dag SA og samdi við matvörslumenn, framleiðslumenn, hljómlistamenn og félagsstarfsfólk í veitingahúsum. Og þetta var alltaf eins og Guðmundur segir, þetta var bara, ef það var saman 10%, þá átt að hækka greiðslur atvinnurekenda 1% í lífeyrissjóð, það voru, til að segja eitthvað, 2% í sjúkra- og orlofssjóð, sem gerði 3% og 7% fór í launaumslag. Þannig að það er óumdeilt að 100% þess fjár sem greitt var í þessa sjóði er í eigu skal ég segja þér launþega. Það er ekki atvinnurekendur og þaðan að síður ríkið. Þannig að það á ekkert í þessum peningum og það hefur bara ekkert með þá að gera. Þannig að sko ég segi það á bara að borga okkur lágmarkslaun eins og þau í landinu eða þessar 300.000 krónur eins og hefur verið talað og svo á að afnema alla tekjutengingar. Það er bara þannig. Guðmundur, þú bendir á hérna í grein að bara rekur þetta sko, þessa fátæktar gildru því að sko, líka eins og að nefna að sko bætur frá Tryggingastofnun með öllum hugsanlegum uppbótum geta náð 250.000 krónur á mánuði. Af þessari fjárhæð fara 30.000 krónur í skatt, þá er eftir 220.000. Og sko, menn sjá það náttúrulega í hendi sér að lifa af þessu. Og síðan ef menn ætla svo að fara að afla einhverja smá tekna, þá byrja ballið. Og sko, fátæktargildran virkar þannig að fyrstu 70.000 krónur sem að viðkomandi aflar, sama hvaða nafni þær tekju nefnast, renna krónu fyrir krónu þráðbeint í ríkissjóð. Þú veist. Já, í formi jaðarskatta. Já, í formi jaðarskatta og það. Jaðarskerðinga, hvað maður vilja kalla. Sko, það er alveg ljóst að ef maður skoðar til dæmis samningasögu í kringum lífeyrissjóðina að þá stendur alltaf og það er alltaf grundvallaratriði að það sem að fólk sem fær út úr lífeyrissjóð á að koma til viðbóta við það sem kemur frá Tryggingastofnun. En það er alveg útilokað að átta sig á því sem sagt þegar stjórnmálamenn fara að tala þetta sko á hverju telja sig geta gert greinarmun á sparifé sem í sparifé mínu sem í lífeyrissjóð og sparifé sem ég á í banka. Og hver er munurinn á þessu sparifé? Og á hverju eru allar þessar skerðingar út af því að við séum ekki nota það orðalega svo ósvífun að fara eftir lögum og borga í lífeyrissjóð. Og ef maður fer út á vinnumarkað þá er sko fyrsta lagi þá það maður að borga fulla skatta því og síðan það maður að borga jaðarskatta í þessu sambandi við þessar skerðingar. Og það sem er líka sko það alversta við þetta er það að þetta bitnar mest á því fólki sem að minnst má sín. Og fólk sem er kannski að segja undir 300.000 krónum hvort sem það í lífeyri eða hefur möguleika á því að ná sér einhverja smá tekjur, það kemst aldrei upp fyrir, eins og kerfið í dag, eins og núverandi stjórnvöld hafa gert það, að þá kemst fólkið aldrei upp fyrir 300.000.
Það bara bara fjármálaráðherra stendur bara yfir með svipuna. Ég er búin að sjá til þess að þú getur aldrei fengið meira en 300.000 vegna þess að allt sem þú aflaðir, það heyrði ég beint í ríkiskassan. En það svo komið að ríkissjóður er búin að ná sér miklu af ellilífs þegar að þeir standa undir öllu kerfinu og þeir eru með þess að ríkisstjórnin að hagnast á öldruðum. Þetta alveg stórmerkileg staða í raun og veru og maður veltir þessu... Þetta bara algjört einstæmi og við erum að bera okkur saman við Norðurlöndin. Það bara horft á þegar maður kemur á fundi með félögum okkur í Skandinavíu. Þau bara horfa undrandi á okkur þegar við förum að lýsa fyrir kerfinu eins og er hérna á Íslandi. Við erum bara gáttaðir. Og þetta bara stjórnarskrárbrot, þetta bara eignaupptaka og eru þau orð sem menn nota. Hvers stjórnmálamenn á Íslandi? Það góð spurning. Málið er það líka, það er tvennt í þessu og það eitt sem það er tvö orð sem ég þoli ekki í þessu, það þessar umræðu. Það annars vegar ellilífeyrisþegar, við erum að fá eftirlaun og í öðru lagi þeir sem minnst mega sín. Í mínum huga heitir það áunnin réttindi. Ég öðlaðist réttindi til greiðslu frá TR með því að greiða skatta hvert einasta ár frá 1958 og ennað. Ég öðlaðist rétt til greiðslu í lífeyrissjóð með því að greiða í lífeyrissjóð í 45 ár. Ég hef alltaf verið í stjórnunarstöðun og þó ég hafi dvalið erlendis tíma þá greiddi ég alltaf lögheimili hér og greiddi skatta og í lífeyrissjóð öll þau ár sem ég starfaði erlendis. Þannig að það hefur aldrei dottið ár úr, en samt er ég í þessum flokki sem að Guðmundur nefnir. Ég er með þegar ég er búin að fá úr lífeyrissjóð og frá TR, þá er ég með rétt rúmar 200.000 krónur á mánuði. Það er það sem mér er skammtað og ég tala bara áunnin réttindi og ekkert annað þannig að það á ekki og það er þetta með því að það sem minnst mega sín þurfa að gera fyrir það og allt það er bara ekki dæmið. Þetta eru áunnin réttindi og það á enginn að leyfa sér, hvorki ríki eða atvinnurekendur að raunverulega ræna okkur þeim peningum eins og Guðmundur lýsti hér áðan réttilega. Þetta eru bara eins og eiga pening í banka. Og átt að vera það. Það var ástafar hugsun. Já, var bara hugsunin eins og ég lýsti hér upp hafi. Menn hafa, þú sagði að við höfum svona flotið svolítið sofandi að þessum feigðarósi. Menn hafa ekki feigð á vaktinni einhvern veginn í þessu. Að hérna, hvað við segja, stjórnmálamenn, fjármálaöflin í þessu öllu saman, hafi komið okkur á þannan stað af því að við höfum ekkert verið að fylgjast með þessu. Man finnst einhvern veginn eins og lífeyrismál séu og eftirlaunamál séu miklu stærri þáttur víða annar staðar heldur en hér hjá okkur. Nú svo komið og búið að vera það í alllangan tíma að alþingismenn og ráðherrar og embættismenn og tiltekin hluti opinberra starfsmanna lifa bara í allt annarri veröld heldur en við hin í landinu. Þeir þurfa aldrei að hafa, það skiptir þá engu máli hvort að þeirra lífeyrissjóður eða hvað þau hafi borgað mikið í lífeyrissjóð. Það skiptir engu máli. Þau fá bara lífeyri sem í samræmi við það tekjur eða þau laun í viðkomandi starfi sem þeir voru í. En á móti við hinn, ef eitthvað gerist í hagkerfinu, að þá er að byrja á því að skerða lífeyri í lífeyrissjóðunum svo og svo mikið vegna þess að þeir eigi ekki fyrir skuldbindingum og fleiri þeim úr. Og þetta er svo ofboðslegt óréttlæti sem að framfer hérna í samfélaginu og svo reynda að rísa stjórnmálamenn upp þegar eru konur í kosningadraktina, til dæmis eins og Bjarni Ben núverandi fjármálaráðherra. Hann skrifaði bréf í síðustu kosningabaráttu til allra aldraðra. Allra félagsmanna við félagsaldraða. Það sem hann lofar því upp á æru og trú að hann skuli nú afnema. Þetta sé svo mikið óréttlæti, þessar skerðingar, að þetta verði bara afnema og hann skuli gera það ef að þau aldraðir sjáu til þess að hann komist í sæti fjármálaráðherra. Og hvað gerist? Daginn eftir að þá hann er kosningu, dúndrandi kosningu og verður fjármálaráðherra, þá byrjar hann á því að hann tekur þetta af kosningasíðu Sjálfstæðisflokksins bara daginn eftir. Allar þessar ræður sínar og þetta greina, það er bara sem betur verið þá eru þær til alla saman. Og þannig eins og þú ert að spyrja hvers vegna, það er bara vegna þess að okkur er lofa bót og betrum. Og hinn stjórnarflokkurinn gerði hann reynda líka, hann lofaði bóta betrum í þessum málum
og þau hafa meira að tala það hvað þetta sem ekki óréttlæti, en svo þegar þau sitja í valdastólum þá gera það ekki neitt. Og það raunir ekkert bara þessi tveir flokkar, það bara stjórnmálamenn yfir höfuð hafa talað þetta en eitthvað algjört möst sem við verðum að lagfæra og svo þegar þeir koma daginn eftir þegar búið að loka kjörklefunum þá voru þau búin að gleyma þessu. Ég rætt náttúrulega við fjöldan allar af stjórnmálamennum og við í gráa hernum erum að fara hringinn í þetta alls saman og það kemur upp að menn segja þetta er svo dýrt að sko leiðrétta þessi kjör ykkar sko. Veitu hvað er dýrt? Hvað erum við að tala hér sko? Menn eru bara að tala það eins og ég sé þetta. Já. Sko, það sem ríkið á að borga er raunverulega það sem eins og að þau lánalaun sem í landinu hverju tíma eða þessi 300.000 sem stendur að. Sko, ef að þú stelur af mér og ferð inn hérna og stelur af mér peningum þá, og svo þegar ég segi við þig, nei Helgi, nú hættu þú að stela mér hérna, þá getur þú ekki komið og sagt, heyrðu ég að tapa svo miklu, hvað kostar það? Ríkið búin að stela okkur lífeyrissjóðunum í öll þessi ár til þess að niðurgreiða TR og ef að við, eldri borgarar ætlum að stoppa þetta og mótmæla þessu, þá getur ríkið ekki litið þannig á þeir sé að tapa einu en einu. Það bara verið að stoppa því í því einfalda að stela okkur lífeyrissjóðunum. Þannig að þeir geta reiknað sér fram hvað kostar að setja eldri borgara á lágmarkssölu í landinu. Það þeirra kostnaður. Það ekkert að gera með lífeyrissjóðunum. Þeir eiga þá ekki. Það var aldrei átt. Svo líka alltaf að tala eignir lífeyrissjóðana. Það hugtak sem maður skilur ekki vegna þess að sko lífeyrissjóð, við erum reyndar í sama lífeyrissjóð, að lífeyrissjóðurinn okkar á í nokkra tölvur og nokkra fermetra skrifstofuhúsnæði, það eru hans eignir. Það aftur á móti 6-7 þúsund manns sem eiga sitt sparifé sem geymt þarna í þessum lífeyrissjóð. Skuldbindingar. Og já, það eru við sem eigum lífeyrissjóðin. Lífeyrissjóðurinn á ekki nema bara, eins og segi, bara tölvur og skrifstofubúnað. Og svo alltaf verið að tala stjórnmálamenn alltaf það eins og að lífeyrissjóðinni sé bara eitthvað hlutur sem það hægt að semja eitthvað svoleiðis. Það var til dæmis eins og eftir hrunið þegar Jóhann og Steingrímur ætluðu að fara að taka 286 milljarða út úr lífeyrissjóðunum til þess að greiða niður skuldahallann þarna. Þá voru sjóðsfélag sem bara hringdi í Steingrím og Jóhann og benti þeim á þeir býtu við lífeyrissjóðunir ekki neitt þeir að tala það að þið ætla að fara að taka 286 milljarða af okkar sparifé. Viljið þá ekki bara byrja á því að fara í bankan og taka að því það svo eins og þið segið það svo mikið fé í lífeyrissjóðum það munar engu eins og Helgi Gói segið það svo mikið fé í lífeyrissjóðum það munar engu að taka smávegis úr þeim og reisa hjúkrunarheimili og reka þau. Það heilmikið af peningum í böngar og okkur svo óbóðslega mikið munar þá nokkur að taka eitthvað af peningum þar líka. Sko lífeyrissjóðin, það menn verða bara átt að segja á því, lífeyrissjóðinir eiga ekki neitt. Þetta sparifé sjóðsfélaga. Og þetta sko, og við bara stjórnarskrá vari réttur okkar. Við eigum þessa peninga. Og við höfum sparað þarna og borgað þarna inn ákveðin hluta á okkur launum í einhver tiltekinn tíma og farið að landslögum í því efni. En svo komið aftan að okkur að því að við vorum svo ósvíðin að leggja til hliðar að þá bara minnkað það sem við eigum rétt á, þjóðfélagslega rétt á eins og ég mér að rekja hérna. Og það líka annað sem verið að svíkja hérna í samtöðu sem bara ítrekka enn einu sinni að ef þú skoðar alla samningi í sambandi sem verkalýðsfélögin hafa gert í kringum lífeyrissjóði þá alltaf talað það að þetta sé viðbót við lágmars framfærslu hjá Tryggingastofnun. Og það alveg ótrúlegt að menn skuli komast upp með það að lofa að lagfæra þetta í minnstakosti 2-3 kosningum og gera síðan ekkert í því. Því að svo verðist mann eins og þessar skerðingarhugmyndir, þær ekkit fastar þannig sé í hendi. Nú komið drög að frumvarpi breytingar á almannatryggingum og þá eru menn fattin allt í að tala að skerðingarna verði ekki nema 45% eitthvað svoleiðis. Þannig að menn þetta eitthvað sem menn telja sig bara geta ákveðið. Við ætlum að vera svona góði við ætlum ekki að stela nema 45% af eiguðinum. Hvernig svörum við þessu?
í alveg? Sko, já, ég sé bara eitt svar og það kannski, ég veit ekki það, ég kannski orðinn svona róttækur með aldrinum en við eigum bara að standa upp eldri borgarar og eins og Guðmundur búin að benda hér réttilega og auðvitað eru við 2 hópar. Það þessi sem eru hjá ríkinu og hafa og allavegna sem í efri hlutunum af því, þar á meðal alþingismenn og ráðherrar. Þó svo kannski að henn almenni félagsmaður það sé kannski ekki ofsælla sínum eftirlaunum. En við þurfum bara að standa upp og mótmæla þessu. Og til dæmis að við séum að taka þátt í að semja þetta og við séum með eitthvað kjörinn fulltrúa þarna frá í landssambandi eldri borgara sem að semja þetta fyrir okkur. Það á ekkert að vera að semja þetta. Okkar krafa einföld. Og það eins og ég sagt hér, við eigum bara að krefjast þess að við fáum lágmarkslaun í landinu og tekjuskerðingar tengingar verða afleiðar. Og fyrst og fremst það náttúrulega þar náttúrulega lífeyrissjóðirnir, þeir ekki komið nálægt þeim. Og síðan það náttúrulega þessar aðra skerðingar varðandi laun og annað, ég meina það atvinnutekjur og annað, það náttúrulega misjafnt á hinum Norrlöndunum, ég held að sé til dæmis, það ekkert í Noregi, en ég held að Dani skerði atvinnutekjur cirka 30% í mannarétt Vestmannstöðugrund. Nei, ég má það ekki. Ég held að sé 30% minni mig. Síðan tala menn fjálglega það að það sé að hækka eftirlaunatökualdurinn bara upp í 80 ár og fólk eigi bara að vinna á meðan. Já, sko, akkurat. Ég var nú svo ósvíðan að ég fór sem sagt út á vinnumarkaðinn smá tíma í fyrra. Og ég fekk síðan reikning frá Bjarna B. núna daginn, 1. júlí. Og það sem kemur þá, það sem uppi stendur það að ég sit uppi með, af því sem ég aflaði með tekn síðustu ári aukalega, sko, 20% af því held ég. Hitt rennur bara beint í Bjarna B. Já. Hugsaðu þér. Fyrst náttúrulega sko, skatturinn og síðan skerðingarnar. Og það náttúrulega bara jaðarskattur, skerðingarnar. Og það bara heitir skattur, ekkert annað. Menn geta kallað eitthvað öðru nöfnum eins og þingmenn gera það og stjórnmálamenn tala ekki ráðherrar. Og þetta bara, gengur ekkert svona upp. Og við eigum síðan að hækka lífeyrissjóðinn og við eigum að fá að fara út á vinnumarkaðinn ef við höfum vilja og getu til þess, eins og ég hef til dæmis. Ég verið það lánsamur, ég í fullu fjöri og við gætna svona eða mínu tíma kannski einhver starfstældan að sitja fram á sjónvarpi og lesa bækur. En það bara borgar sig ekki fyrir mig. Það bara, ég get mikið frekar að fara bara og bóðist þess að afgreiða ókeypis í bónus og þeir myndu þá lækka þess álækningun eitthvað svoleiðis. Sko. Já, móti. Svo náttúrulega eitt annað þessu sem verðum líka að líta og það náttúrulega sko, það þarf að breyta sko bara hugsunarhátti þjóðfélagi númer 1, 2, 3 ef að hækka þetta, þá þarf líka að breyta hugsunarhætti í þjóðfélaginu gagnvart fólki sem komið yfir 67 ára aldur og yngra. Ég þekki það ákaflega vel því að ég var búið að starfa sem ráðgjafi hjá einu stærsta fyrirtæki í hótel- og ferðageiranum út allan heim og var heldur bara vel þokkaður samkvæmt þeim meðmælum sem ég hef þaðan. Það hafa allar dyr verið lokaðar eftir ég kom heim úr ferðaþjónustunni. Samt átti ég sko, því ég var 50 þegar ég fór út. Þannig ég átti allan þennan starfsferil hér í ferðaþjónustu og var búinn að koma að, eins og ég sagði hér áðan, formarstörfum, setu í ferðamálaráði, menntamálum, kennslu, bara nefndu það. Og ég hef allstað komið að lokuðum dyrum. Þetta þýðir það bara að eftir ákveðin aldur þá erum við búið að afskrifa okkur í þjóðfélaginu. Þannig að það þarf að byrja að breyta þessum hugsunarhætti ef það var að senda okkur út á vinnumarkaðinn. Það ekki nóg að semja við eitthvað fyrirtæki og það kannski vel gert eins og félag eldri borgara eða þið gerðu, ég man ekki hvort það var, í sambandi við flugleiða hótelin og SO sem kannski ágætt út af fyrir sig. En ég sæði mig aldrei við bensindæluna. Nei. Eða með hjólaborð fyrir fram mig að tína glös og körfur á borðum upp á hótel Hilton. Nei. En þú getur örugglega verið nálægt einhverju gestamóttöku og einhverju slíku. Sko ég geti bara verið í ráðgjöfum og það er því ég hef komið bent á margar stöður og margt sem til dæmis náttúrulega ég fara að ræða ferðavorðum því það var nú mjög vondan stað. En til dæmis sem ég hef boðist til þess að gera störf sem ég hef undið eins og að skrifa gæðahandbækur og annað fyrir ferðaþjónustu.
Það allstað, minni þjónustu hefur allstað verið hafnað, sko. En það allavega ljóst, held ég á tali okkar þryggja hér, að við þurfum að sækja þetta af fullum kraft. Sjálfsögðu. Þetta kemur ekki sjálfkrafa. Nei. Manni virðist eins og menn séu ekkert tilbúnir að laga þetta. Og svo bara gallið við það líka, sko, með íslenska stjórnmálamenn, hvað þeir komast upp með að segja eitt, sko, þannig þessar 2 vikur sem eru til viðtals við kjósendur, það er svona síðustu 2 vikurnar fyrir kjördag og svo bara þegar búið að loka kjörklefuna þá bara skiptir engum máli hvað þeir hafa sagt. Einmitt. Ég held að þetta höfum við sem loka orð og við náttúrulega, það þekki allir gráa herinn og þar er þetta einfalt, við erum að fylgjast með því sem nú verður lagt á borð og við höfum sagt, við erum eldra fólk með atkvæðisrétt og ég held að það sé kannski það eina sem að þeir skilja, en svo er alltaf spurningin hverja verða efndirnar. Það er kannski aðeins eitt í lokin, sko. Það er grundvöllurinn að þessu öllu að við náum einhverju fram er samstæða. Við erum algjöra samstöðu eldri borgara. Við erum að vera 3/4 af kjósendum landsins. Nákvæmlega. Og það er kannski ágætt að ef að grái herinn getur orðið okkar samnefnari í því að berjast fyrir því að hafa gráa herinn sem samnefnara fyrir eldri borgara. Vilhelm Westman og Guðmundur Gunnarsson, kærar þakkir fyrir að sitja hérna með. Takk. Takk fyrir að bjóða. Takk fyrir.